En nú komið að þriðja og síðasta þættinum í þáttaröð sem nefnist Gamla Reykjavík, þar sem Guðjón Friðriksson sagnfræðingur kynnir áhorfendum sögu byggðar í miðbæ Reykjavíkur. Að þessu sinni verður fjallað Aðalstræti, elstu götu höfuðborgarinnar. Eftir árið 1752 byggðist þar mikil húsaþyrping sem kennd var við innréttingarnar og markar hún upphaf þéttbýlis í Reykjavík. Eitt þessara húsa stendur enn og í dag kennt við Kaffi Gróf. Umsjón hefur Guðjón Friðriksson og framleiðandi Sagafilm. Aðalstræti elsta gatan í Reykjavík, upphaflega sjávargata bóndans, en eftir 1752 voru reist við hana fyrsta litla timburhúsaþyrpingin í verðandi höfuðstað Íslands, svokallaðar innréttingar. Gatan gekk framan af undir ýmsum nöfnum og var oft kölluð Klúbbgata, en árið 1848 fékk hún formlega nafnið Aðalstræti. Í upphafi var Reykjavík eins og hvert annað bóndabýli. Að vísu fyrsta bóndabýlið á öllu landinu marka má orð landnámu, því að hér setti Ingólfur Arnarson niður bæsi. Við erum stödd í dálitlum trjágarði sem elsti kirkjugarðurinn í Reykjavík og gengur undir nafninu Bæjarfógetagarður. Þessi kirkjugarður hefur líklega verið notaður allt frá því að kristni var lögtekin á Alþingi árið 1000, þar til kirkjugarðurinn við Suðurgötu var tekin í notkun skömmu fyrir miðja 19. öld. Og í miðjum þessum garði var Reykjavíkurkirkja allt fram undir aldamótin 1800. Kór hennar var það sem nú styttan af Skúla Magnúsinni fógeta og sneri kirkjan að Aðalstræti eins og sést af þessari teikningu sem á að sýna Reykjavík árið 1786. Og beint á móti kirkjunni hefur gamli Reykjavíkurbærinn staðið, eins og staðfest hefur verið með fornleifa uppgreftri. Þó að fátt minni nú á hinn gamla kirkjugarð Reykvíkinga, hvíla undir þessum garðstígum sóknarbörn Reykjavíkurkirkju í 850 ár. Kannski var Reykjavíkurbóndinn Þorkell Máni, sonur Ingólfs Arnarsonar, sá fyrsti sem var grafinn í þessum garði. Hann sagði á dánarbeði sínu einhver fegurstu og vitrustu andlátsorð sem sögð hafa verið, en hann fól sig þeim á vald sem sólina hefði skapað. Nú til dags minnir fátt á gamla kirkjugarðinn, en þó fer ekki hjá því að fólk taki eftir fáeinum legsteinum sem enn sjást. Legsteinarnir hafa komið upp úr moldinni þegar grafið hefur verið fyrir símastrengjum eða byggt út í gamla kirkjugarðinn. Nokkrum steinum hefur verið komið fyrir á upphækkuðum blómabeðum og eru öllum sýnilegir. Hér til dæmis legsteinn Gunnlaugs Oddssonar sem var dómkirkjuprestur í Reykjavík árið 1826 og gegndi því embætti til dauðadags 1835. Og hér legsteinn yfir Kristinn Adolf Ebbesen sem andaðist aðeins 10 ára gamall árið 1833. Kristinn litli var sonur eins harðsvíraðasta kaupmannsins í Reykjavík á síðari hluta 19. aldar. Sá Ebbesen verslaði í húsinu númer 18 við Hafnarstræti sem enn stendur.
Eitt sinn fór bóndi úr Flóanum inn fyrir búðarborði hjá kaupmanninum í Ógáti og sló Ebbesen þá bóndan utanundir og rak hann framfyrir. Bóndi lét sér hvergi bregða en sagði blátt áfram og eins og ekkert hefði í skorist. Stífur finnst mér þessi Ebbesen. Nú hér eitt legsteinninn ennþá. Hann liggur yfir dannekvinnuna Hedvig Louise August Ulstrup, en hún lést sviplega aðeins 28 ára gömul árið 1830 því að skenkutinn Annin datt í lífið eins og stendur á steininum. Hún var eiginkona Ulstrups, land- og bæjarfógeta, en þau bjuggu einmitt í húsi hér beint á móti gamla kirkjugarðinn. Þetta er Aðalstræti 16 sem leitað vísu allt öðruvísi út á dögum Ulstrup-hjónanna, var þá einlyft hús með háu risi, en í áranna skeið var það smám saman stækkað uns það tók á sig þetta form. Elsti hluti húsins sem við komum nú inn í er 250 ára gamall og er þetta því eitt elsta hús Reykjavíkur. Það sem við sjáum hér er í raun og veru gamla lóðskurðarstofa innréttingana. Eftir að innréttingarnar lögðust af var húsið tíma landfógetabústaður eins og áður sagði og hérna lést frú Ulstrup landfógetafrú. Síðar var hérna fyrsti barnaskólinn í Reykjavík en á síðari hluta 19. aldar gerði Jón Guðmundsson alþingismaður og ritstjóri Þjóðólfs hér garðinn frægan. Þetta var í senn heimili hans og ritstjórnarskrifstofur Þjóðólfs en það blað var reynda stofnað á myrku kvöldi í gamla kirkjugarðinum beint á móti. Sá sem breytti húsinu í núverandi horf nálægt síðustu aldamótum var sænsk ættafðiklæðiskerinn Hans Annesen, afi Hanski Annesen sendiherra. Síðast var tekin gröf í gamla kirkjugarðinum við Aðalstræti árið 1882. Árið seinna var danskur maður að nafni Sjerbek skipaður landlæknir á Íslandi og reisti hann sér hús þar sem nú er ein af álmum Landsímahússins. Hann var mjög þarfur maður fyrir Reykvíst og raunar íslenskt samfélag. Auk þess að vera læknir var hann hugsjónamaður garðrækt. Hann sótti að fá að gera gamla kirkjugarðinn að skrúðgarði og fékk því framgengt eftir nokkurt þó. Sjerbek landlæknir hóf síðan rannsóknir á því hvaða erlendar garðplöntur og tré gætu þrifist á Íslandi, beitti sér fyrir stofnun Garðyrkjufélags Íslands árið 1885 og gaf út leiðbeiningarit garðrækt. Hann er því einn af brautryðjendum í garðyrkju á Íslandi og þessi minnisvarði er einmitt reistur honum til heiðurs hérna í hinum gamla garði hans. Eftir að Sjerbek fór að landi brott keypti Halldór Danielsson bæjarfógeti hús hans og tók við garðinum og ræktaði hann ásamt Önnu konu sinni af mikilli elju áratuga skeið. Þess vegna heitir garðurinn nú bæjarfógetagarður. Lítið er nú eftir af garði Sjerbeks landlæknis. Þetta svera tré hérna bak við mig, sem gróðursettur 1885, er það eina sem enn lifir. Þetta er silfurreynir, sem er elsta tré Reykjavíkurborgar og kannski landsins alls. Við erum stödd á hlaði gamla Reykjavíkurbóndans, sjálfum upp af stað Íslandsbyggðar og sannkölluðum miðpunkti Reykjavíkur. Aðalstræti er elsta og virðulegasta gata borgarinnar, þó hún líti út dálítið tætingslega núna. Upp úr aldamótunum 1900 var hún í raun og veru miklu meira borgarstræti og samsvaraði sér betur en nú er. Til þess að átta sig á því hversu mikill miðpunktur þessi staður er, skulum við líta á nokkur götuheiti og örnefni í nágrenninu. Hafið þið til dæmis velt því fyrir ykkur af hverju Austurvöllur heitir Austurvöllur? Af hverju heitir hann ekki Vesturvöllur eða Suðurvöllur? Skýringin er einföld. Austurvöllur er hið gamla tún Reykjavíkurbóndans og það lá fyrir austan bæ hans og heitir þess vegna það sjálfsögðu Austurvöllur. Flest götuheitin hér miðast við Aðalstræti. Austurstræti er til dæmis gatan sem gengur í austur frá Aðalstræti
og Suðurgata gatan sem liggur í suður frá því. Þegar ákveðið var að setja niður lítið iðnaðarþorp innréttingana þar sem búa átti til klæði og dúka, snúa færi og kaðla, var ákveðið að þessari starfsemi yrði fundinn staður á hinni gömlu landnámsjörð Ingólfs Arnarsonar. Það var upphafið að Aðalstræti og jafnframt upphafið að þéttbýli í Reykjavík. Aðeins eru nú varveittar leifar af 2 húsum innréttingana við Aðalstræti. Annað þeirra hýsir fógeta. Nokkur vafi leikur á byggingarár hússins en á skilti utan á húsinu stendur að það sé byggt árið 1752. Líklega það nokkrum árum yngra. Í gömlum skjölum stendur að það heiti kontor- og magasínhús eða hús undir forstjóra innréttingana. Þó að þetta hús hafi gengið í gegnum mörg breytingaskeið má enn finna hér andblæ gamalla tíma. Lítið til dæmis á bitana og spjöldin í loftinu og þessar burðarsúlur. Eftir að innréttingarnar lögðust niður bjó hér Geir Vídalín fyrsti íslenski biskupinn sem sat í Reykjavík. Þá var húsið kallað biskupsstofa. Síðar bjó hér Jens Sigurðsson, bróðir Jóns forseta í Kaupmannahöfn. Þegar Jón kom til þings heim til Íslands bjó hann hjá Jens bróður sínum í þessu húsi. Fyrir utan það söfnuðust til dæmis nær allir Reykvíkingar sumarið 1858 og fögnuðu þjóðhetjunni. Síðar voru í húsinu verslanir langan aldur. Margir muna til dæmis eftir verslun Silla og Valda. En nú hér veitingastaður eins og í mörgum öðrum gömlum húsum í elsta hluta Reykjavíkur. Og það var einmitt í þessum dyrum sumarið 1809 sem hinn annars friðsami Geir biskup Vídalín hratt stríðsmanni Jörundar hundadagakonungs ofan af tröppunum og sagði: "Far þú til helvítis." Ef vel að gáða á þessum gömlu myndum má greina vatnsdælu eða vatnspóst eins og slíkar dælur voru jafnan kallaðar. Nú við upphaf 21. aldarinnar skemmtilegt til þess að vita að þessi gamli vatnspóstur enn á sínum stað. Brunnurinn sem hægt að horfa á hérna niður í gegnum gler hefur vafalaust verið vatnsból Reykvíkinga allt frá dögum Ingólfs Arnarsonar og einn af merkustu sögustöðum höfuðstaðarins. Hérna söfnuðu saman eldsnemma morgnana vatnsberarnir, menn og konur eins og Sæfunni með 16 skó, Þórður Malakoff, Sigga Bladra, Gunnar Grallari og Jón Smali og var oft handagangur í öskjunni þegar þau reyndu að komast að pumpunni til þess að dæla vatni í fötur sínar og tunnur. Já, það var oft mikill atgangur hérna við þennan brunn sem langan aldur var kallaður prentsmiðjupóstur af því að landsprentsmiðjan stóð við hann en einnig gekk vatnsbólið undir nafninu Ingólfsbrunnur. Fyrir utan það að vera helsta og frægasta vatnsból Reykvíkinga var hérna samkomustaður og leið fréttamiðstöð bæjarbúa. Vatnsberarnir báru saman bækur sínar það sem þeir höfðu heyrt úr bæjarlífinu og síðan voru fréttir bornar í hús ekki síður en vatn. Fyrir miðju Aðalstræti austanverðu nú stórt opið svæði sem kallast Ingólfstorg og gnæfir Morgunblaðshöllin yfir. Það hefur ekki alltaf verið svo. Norðan megin voru hús eins og Veltan sem Veltusund kennt við og höfuðstöðvar Steindórs bílakóngs. Á sunnanverðu torginu var Hótel Ísland, stærsta hótelið í Reykjavík í miklu timburhúsi. Það brann til kaldra kola í byrjun febrúar 1944. Eftir það var ekki byggt á lóðinni sem fyrst í stað gekk undir nafninu Hótel Íslandsplan og var einhver notuð sem bílastæði. Það var vinsæll samkomustaður unglinga og bráðlega var farið að kalla það Hallarishplanið því að þar hékk ungt fólk á síðkvöldum helgar. Velta má því fyrir sér af hverju unga fólki safnaði saman hér en ekki til dæmis á Lækjartorgi.
Kannski var skýringi sú að hér var auðveldar að hverfa inn í húsasöng eða upp í Grjótaþorp ef lögreglan kom eða unga fólki þurfti að sinna brýnum þörfum. Aðalstræti endaði upphaflega í fjöruborðinu að norðanverðu en árið 1863 var húsið sem blasir við fyrir endastrætisins reist og lokaði fyrir útsýnina til sjávar. Það var þó stranglega tilskilið af bæjaryfirvöldum að opinn gangur skyldi jafnan vera í gegnum húsið, svo að frjáls aðgangur væri að bryggjunni bakvið það. Eins og sjá má hér ekki lengur neinn bryggja og ekkert sjávarborð. Það flust til, líklega innan 200 metra með uppfyllingum. Þar sem áður var grængolandi sjór núna þetta bílastæði. Það leit svona út 1890. Þetta grófin eins og hún leit út fyrir 100 árum. Þarna drógu karlarnir í Grjótaþorpi upp fleysín. Reyndar má sjá leifar af gömlum hafnarkanti á bakvið húsið. Hér út af gekk svokölluð Fissisbryggja eða Dúsbryggja eins og hún var seinna nefnt. Á þessari mynd má sjá Fissesbryggju eins og hún var. Ferðamenn sem komu sjóleiðis til Reykjavíkur, þar á meðal erlendir gestir gengu upp þessa bryggju í gegnum bryggjuhúsið og þá fyrst blasti við dýrð Reykjavíkur. Þegar Kistur Jón Sigurðssonar forseta og Ingibjargar konu hans komu til Reykjavíkur frá Kaupmannahöfn vorið 1880, voru þær bornar á land í gegnum bryggjuhúsið. Nú bryggjuhúsið orðið allt breytt og undirgangurinn löng og horfinn, þrátt fyrir ákvæðið að skyldi vera opinn aldur og ævi. En þá má samt sjá móta fyrir honum innan dyra. Við skulum líta inn. Bryggjuhúsið var upphaflega reist sem aðsetur fyrir danskt skipafélag sem annaðist Íslandssiglingar. Síðar var það pakkhús í eigu Fischerskaupmanns, eins helsta Reykjavíkurkaupmannsins, eins og nafnið á Fissersbryggju bakvið gefur til kynna. Árið 1904 keypti H.P. Dús allar eignir Fischerskaupmanns og þar á meðal bryggjuhúsið og þá var farið að kalla Fissersbryggju Dúsbryggju. Í raun og veru var bryggjuhúsið eins konar borgarhlið Reykjavíkur. Það fór mikill hluti ferðamanna sem kom til og frá Reykjavík. Þegar ákveðin var númerun húsa í Reykjavík eftir kúnstarinnar-reglum, var ákveðið að þetta hús skyldi vera miðpunktur og viðmiðun hins nýja kerfis. Þannig skyldi öll hús til vinstri handar frá bryggjuhúsinu bera oddatölur, sem var til söðurs, austurs eða vesturs, en hús til hægri handar bera jafnartölur. Þessi regla gildir enn þann dag í dag í allri Reykjavík, jafnvel austur í Grafarvogi. Þetta hús miðpunkturinn. Reykjavík sem þéttbýlistaður var í upphafi lítið iðnaðarþorp og þar voru í fyrstunni engir kaupmenn. Það var fyrst með stofnun kaupstaðar árið 1786 að kaupmenn fóru að setjast hér að og setja svip á staðinn. Þeir vildu auðvitað vera sem næst sjónum því að allur varningur þeirra kom sjóleiðis og röðuðu sér meðfram sjávarborðinu austur að Læknum. Takið eftir boganum á Hafnarstræti. Ástæðan fyrir honum sú að hér var áður bogadregin fjara. Kaupmannshúsin voru sunnan við Hafnarstrætið en sjórinn hinum megin. Það löngu liðin saga vegna hinna miklu uppfyllinga. Gömlu kaupmannshúsin við Hafnarstræti nú flest horfin. Kaupmennir voru flestir danskir eða hálfdanskir, sumir jafnvel með þýskan eða gyðinglegan bakgrunn. Þeir hétu nöfnum eins og Thomsen, Biering, Möller, Simsen, Bryde og Fischer
sem Fischersbryggja er kennd við. Valdimar Fischer, kaupmaður, átti ekki aðeins bryggjuhúsið, heldur einnig húsið sem hitt húsið er nú í og einnig hús í Aðalstræti 4 sem nú er horfið. Og Fischersund er einmitt kennt við Valdimar Fischer. Hann er eini danski kaupmaðurinn sem hefur hlotið þann heiður að gata er skýrð í höfuðið á honum. Svo skemmtilega vil til að ég á lítinn minjagrip úr búi Fischers kaupmanns sem ég fekk eitt sinn sendan frá ættingjum hans í Kaupmannahöfn. Myndin sýnir hús Fischers kaupmanns við Aðalstræti ásamt bryggjuhúsinu. Í kringum Reykjavíkurkaupmenn á síðustu öld var sérstakur kúltúr. Við skulum skyggnast inn í portu verslunarinnar Liverpool að Vesturgötu 3. En hvernig skyldi nú standa á því að þessi húsaþyrping heitir Liverpool? Það er raunar eitt elsta verslunarnafn í Reykjavík og sannarlega ekki danskt. Ástæðan er sú að árið 1813 fluttist til Reykjavíkur enskur kaupmaður ættaður frá Liverpool og byrjaði að versla í Hafnarstræti 8. Hann hét James Robb. Sonur hans, Hans Christian Robb, byrjaði síðan að versla á þessum stað upp úr 1860 og skýrði verslun sína Liverpool. Húsin sem nú standa eru frá 1885 eða síðar og þau erðu Liverpool-nafn. Húsportið er dæmigert kaupmannsport frá gömlu Reykjavík. Hér var lengi kaupmaður T.H. Thorstensson, tengdasonur gamla Geirs Sóauka og kallaði hann verslun sína að sjálfsögðu Liverpool. Kaupmaðurinn sjálfur bjó upp á lofti í framhúsinu en á neðri hæðinni og í kjallaranum voru sölubúðir. Að húsabaki eru svo pakkhús hans með tilheyrandi lúgum og gálgum til að hífa upp vörur. Hér hefur oft verið líf og fjör. Vagnar, hestar og hundar í einni þvögu. Á haustin komu bændur austan úr sveitum með fjárrekstra og seldu kaupmönnum fé sitt til slátrunnar. Þá var ekkert sláturhús komið til sögu, svo að fénu var einfaldlega slaktað í portum eins og þessum og blóðið flæddi í stríðum straum út á götuna. Hér er einmitt T.H. Thorstensson í hópi reiðmanna fyrir framan hús sín á Vesturgötunni. Þannig var Reykjavík fyrir 100 árum. Miðpunktur hennar var hér við Aðalstræti og Hafnarstræti. Þá voru íbúarnir aðeins 6.000 en nú búa 160.000 manns á Reykjavíkursvæðinu og miðjan hefur fæst miklu austar. Þó er hér í vitund gamalgróinna Reykvíkinga ávallt hinn eini og sanni miðbær Reykjavíkur.